Góðan daginn eða góða kvöldið. Grétar Mar heiti ég og við erum mætt hérna einu sinni enn í sjávarútvegsspjall og gestir mínir í kvöld eru Sveinbjörn Jónsson og Georg Eiður Arnarsson og Eyjólfur Ármannsson. Og við ætlum að ræða hérna sjávarútvegsmál, vítt og breitt og auðvitað komum við að bæði hafrannsóknum og fiskveiði stjórnunar kerfinu og ræðum það eins og við höfum gert áður í þessum þáttum. En ég held að væri rétt að við byrjuðum á þér, Sveinbjörn, og þú segðir okkur svona hvert þitt álit í kannski ekki oflöngu máli væri þitt álit á ráðgjöf Hafró. Ég get svo sem sagt frá því í stuttum máli. Ég sé aðeins að segja að mínar skoðanir á fiskveiðum í dag eru byggðar á kerfi sem ég hugsaði upp sjálfur mér, þar sem ég rek orkuna í gegnum ferlið. En niðurstaða þeirra nánast alveg eins og það sem Jón Kristjánsson hefur haldið fram mjög lengi, að það sé vanveiði á stofninum, og ég hef fylgst með honum undanfarin ár, til dæmis í dag. Fyrirgefðu, ertu að tala einn stofn, þar að segja þorstofnin eða margastofna? Þorstofnin sjálfur getur þess að vera margastofnar. Þetta gildir einverulega allar lífverur. Sko, já, lífkeðjuna bara. Já. Og til þess að hlutirnir komi rétt út, þurfum að skoða þeir réttir í röð, sem sagt niðurstaðan nákvæmlega sama hjá Jóni. Það vanveið í stofninum. Einkenni sem til dæmis koma fram í dag felast í því að allir smáfiskur undir 7 ára aldri undir meðalvikt, en einhverjir fiskar yfir 7 ára aldri með yfir meðalvikt. Ástæðan vanreiknaður kostnaður öldrunar og of mikil framleiðsla hrognum. Með of mikil samkeppni sem leiðir til þess að of mikil hluti lífsorkunar sem þorskurinn hefur nær í fer í bruna í staðin fyrir að fara í hold, sköpun og vöxt. Það niðurstaðan. Þetta semst verið að vernda í svona hálfgjört hungur gagnvart ákveðnum hluta stofnsins, og samkeppnin aðalástæðan, og þetta kemur líka fram í öllum samkeppnum markstofna, hvalir, þorskar og lóðna, og þannig má rekja þetta allt í gegnum vistkerfið eftir því hvar það statt á leiðinu upp vistkerfið. Það er rándýrt að eiga gamla hvali og það er rándýrt í orku að eiga gamla þorska. Það enginn að hugsa þetta og Hafró virðist vera, en það þessi kostnaður sem veldur því að menn veiða eingöngu 200.000 tonn, eru fastir í því með 20% veiðum, þar sem þeir gátu áður veitt 400-500.000 tonn með kannski 30% veiðum eins og í gamla daga, og sem Hafró reyndar lofaði að væri hægt að veiða konstant og framvegis ef þeir fengi að ráða þegar þeir fengu þetta umboð. Þegar þeir settu kerfið á 84, þá lofuðu því, ef það verður farið eftir okkar tillögum í 2-3 ár, að þá verður því farin að veiða 400-450.000 tonn á ári af þorski. En þetta á náttúrulega væntanlega líka við aðra stofna. Ástæðan þeir. Já. Það að Hafró ástæðan fyrir því að þorstofnin gefur ekki nema 200.000 tonn á ári. En þetta rosalega erfitt þegar maður fær þetta staðfest frá mörgum sem hafa verið að hugsa þessi mál og velta sér upp úr þessum málum og fylgjast með þessu, starfandi skipstjórnarmenn, starfandi vísindamenn, jafnvel, þegar þeir komast allir að þessari niðurstöðu. En hvað segir þá þingmaður Eyjólfur Ármannsson þegar svona birtist? Það ekki mikið talað þetta á Alþingi Íslendinga. Nei, það ekki gert, og líka þegar maður fer í óundirbúnar fyrirspurnir og fyrirspurnir til þessum ráðherrana, þá notar alltaf vísindalega rannsóknir Hafró. Þeir fara eftir vísindalega ráðgjöf Hafró og þetta byggist alltaf vísindum. Og ég tel að það eiginlega erfiðast í svona hjallinn að það að setja sig upp á móti Hafró og segja, heyrðu, þetta ekki rétt.
Það er ekki rétt og það er alveg hárið sem að komið hér fram og Jón Kristjánsson hefur bent á líka að það er það lítill hrygningarstofn að hann getur ekki meira seldur og stór af því að þessu gríðarlegu fjöldi hrogna og þetta snýst ætið. Það snýst samkeppni fæðuna. Síðustu 10 ár höfum við ekki fengið góða nýliðun. Nei, ég held að það er... Þrátt fyrir mikla og sterka og aldrei stærri þorstofn, hrygningarstofn að stærðinni til. Já, ég held líka þessar rannsóknir, sko, ég til svo togararalli til dæmis. Já. Ég held að við þurfum að fara að skoða þetta svolítið í grunni, hvað varðar það, varðandi hrygningarstofnin og togararalli, rannsóknina sjálfar og það á að leyfa gagnrýni að heyrast víða, þessi gagnrýni búið að vera jaðarsett árum saman, ef ekki áratugum saman og ég held að eins og kom fram í ræðu í gær á Georgi Eiði að þá vorum að veiða 400.000 tonn frá árum 1950 til 1984 og síðan kvótakerfi hefur sett á lagin, það hefur verið föst í 200.000 tonnum. Þannig að okkur hefur ekki tekist að byggja upp hennar stofn. Það hefur verið byggjit upp svo bankabók, einhvern vöxtum alltaf stækka stofnstærðina og ég held að við hefum einfallega að gefa frelsi til veiða og ég er alveg harður á því að við hefum að gefa frelsi neðanfrá, byrja á því. Mikill fiskur í sjónum og þá er mikil veiði í strandveiðunum og þetta verður eins og barómetri í hafinu. Og það, en kerfið, þetta snýst þar sem mikil hagsmunni bundnir við þessar vísindaransóknir og niðurstöður Hafró, gríðarlegir hagsmunir. Þannig að það hefur ekki verið opnað fyrir eitthvað akademiska umræðin af þetta. Við erum með áratug gamalt togaral sem að aðra þjóðir hafa sér búin að gefa upp á báti, Norðmenn og Rússar og fleiri. En passar þetta, Baldvin, Sveinbjörn við það sem þú ert að segja? Já, sko, þú notaðir vitlaust orð, þú sagðir þrátt fyrir en þú mátt segja vegna. Já. Það er að segja að þessi niðurstaða 200.000 tonn í staðin fyrir 400.000 tonn er vegna þess að Hafró tókst að byggja upp svona stóran hrygningarstofn og svona mikið af dýrum einstaklingum í stofninum. Já. Man kannski aðeins komið þetta. Sko, hvað er loðunan? Öll veiði á loðinu hefur verið sagt að ráðgjöf Hafró. Já. Hvað er hún núna? Þetta er ekki vísindin? Jú, en ég meina... Er það ekki saman það að vísa þær hvað að vísindunum þegar loðunan er horfin? Við getum líka spurt það flesti vita hvað hún er horfin. Úthafsarækju, við getum spurt humar, við getum spurt lúðu, við getum spurt miklu fleiri tegundir. Löngu, keilu, blálöngu og fleiri tegundir, steinbít og annað sem er allt í sögulegu lágmarki. Já. Í kvóta að ráðum Hafrannsóknastofnunar og þeir treyst sér ekki til að bæta við þetta aflamagni. Þeir eru bara fastir í því að halda sig við þetta og það er allt á hverfanda hveli. Sér meiri segja eins og með Hlýran, hann er settur í kvóta hérna 2016 og það líða einhver 3-4 ár, þá kemur allt í unni frá Hafró vinsamlegast ef við veiði Hlýra getið sleppt honum. Þetta eru bara síðustu stykkin. Þetta er eiginlega árangurinn af kvótakerfinu í sjálfu sér. Já. Þetta átt að venda stofnun og byggja hann upp, en getið sleppt honum, hann er bara að deyja út. Þetta er árangurinn. Það er líka þessi kvóta sem það var frumvarp skarkóla minni það hefur verið. Þá las maður bara frumvarp og sá það var náttúrulega bara mynda EIF útgerðarfyrirtækjunum sem er í þessu veiðu. Já. Og sá það líka sandkóla. Já, sandkóli, það var sandkóli fyrirgjöður. Þá sá maður bara í frumvarpið, það var eða bara auka EIF í kvótasetningu. Sá líka grásleppunni, það er verið að berast til kvótasetningu. Samt hefur aldrei náð að veiða upp í leyfilegan afla. Nei. Þannig að ekki stofninni hættu. Nei. Þannig að það er önnur sjónarmið sem að ráða því að það vera kvóta setja þessa tegundir en raunverulega vísindalegur rannsóknar. Já, en er það ekki niðurstaða sem maður má draga af þessari reynslu að Hafrannsóknastofnun er bara deild í LÍÚ. Þeir ráða og segja þeim hvað þeir eiga að koma með, hvað passar fyrir þá á hverjum tíma. Er ekki hægt að segja það? Já, ég get bara fullið það. Þetta er alveg gríðilega sérhagsmunni sem er nú bakvið og ég
allan með þessi frumvarp sem ég verið að sjá, grásleppu frumvarp og sandkóla, þá ekkert vísindi þar á bakvið. Það ekkert hafrannsstofnun þar á bakvið. Það verið allt, og þessar gagnrýni og okkur hafi ekki tekist að auka þorskafla í 40 ár. Við erum með kvótakerfi 40 ár og við erum först í 200.000 tonnum. Besta kerfi í heimi kerfið var betra fyrir, með við tölum aflatölur. En fyrir viku síðan var SFFS með fund og töluðu þar að á Íslandi væri besta fiskveiðistjórnarkerfi í heimi. Og þetta árangurinn. En það bara... Hvað svona gott við það? Þeir segja það að þetta sé að halda í horfinu svona, sé frábært og gott. Það sem í þessu líka, minn fólk, ég verið með frjópið það, ef ég skráði allan ekki fengi að flytja þá, til dæmis með markasverð, við erum að vinna frumvarpið það, að fá meiri fisk og marka, þannig að myndist markasverð á þorski. Og flestum tegundum. Það þarf ekki 100% að fara á markaðinn, en það þessi vertikali kvótaeigandi selur sjálfum þessi fisk og það verðlagsstofuverðið sem ræður. Það hagkvæmni fyrir útgerðarmanninn, ekki rétt? Og svo líka við erum með frumvarp sem við erum búin með og búin að skrá, það samræmda vigtun sjávarafla. Og þá erum komin inn í frægu ísprósentu. Menn heyri tröllasögur að ísprósenta eykst úr 3% í 30% og ofan eitt sem sagði mig á Vestfjörðum að það var 85% í ísprósenta, það var eitt fiskur í karinu. Þessar reglur endurvigtun til dæmis, það ekki rétt farið með það að vera samræmd vigtun og sjávarafla. En þessi atriði eins og endurvigtunarmálin og líka geta selt sjálfum sér og lægra verði, þau leiða til rosalega hagkvæmni fyrir þá sem eiga kvóta. Já, þá ertu raunverulega að segja að það hagkvæmt að vera þjófur. Það hagkvæmt að geta verðlagt afurðin sem þeir eru að auka ísprósentuna, það hagkvæmt að gera. Ég meina, það eru mörg dæmi það að skip fara á sjó og taka ís áður þeir fara í túrin og þeir komi í land þá eru þeir með jafnmikið að meira vís úr aflanum heldur þeir tókum borð í veiðiferðina. Þetta eru til svona dæmi. Reyndir eru flesti konur í krapan í dag, sko. Já, það breytir ekki hvort það er krab eða ís. En ég held þetta snúist meir það að með því að hafa alltaf mikið minni kvóta heldur en það sem í lífríkinu leifir í veiði, þá er miklu auðveldur að veiða kvótan. Það kostar minna að veiða minni kvóta og svo að því að lítil kvóti þá ekki samkeppni og þú færð alltaf hæsta verð fyrir allra afurðir. Og þú getur eiginlega bara valið úr sjómanum. Það bara ekki staðreind að við... Það sem SFS að dásama. Sjávarútvegur á Íslandi í dag ekki að skila hæðstu afurðaverðum ekki inn í íslenskt efnahagslíf eins og hann ætti að gera og það kannski mest vegna þess að það eru dótturfyrirtæki flestra þessara stóru sjávarútvegsfyrirtækja sem að selja aflan erlendis, kaupan af fyrirtækjum á Íslandi, endur seljan Þýskalandi, Kýpur á heimsmarkaðsverði en samt eru við að dragast aftur úr með verð á heimsmarkaðsverði á okkar afurðum og norðmenn eru farnir að fá hærra verð heldur en við Íslendingar og Færeyingar í sömu tilfellum og aðrir og við erum með okkar afurðir þó að íslenskar séu þrátt fyrir það sem í gangi og þetta þýðir kannski 10-20% lægra verð raunverulega inn í samfélagið til okkar heldur en það mjög mikið að heimsmarkaðsverði skili sér inn á mörkunum hérna heima það gerir það og það sé ekki verðlagsstofuverð sem sem að kvótaeigandi útgerðarmenn að selja sjálfum sér til vinnslu og svo gerir þetta sem þú varst að lýsa. Já, það gengur ekki. En sko bara ef það væri rétt fiskverð þá erum við að tala fyrsta lagi 40-50% hærri hafnagjöld af aflanum hjá öllum höfnum. Það tekið til sjómanna. 40%, 50% hærri útsvar í sveitafélögum þar sem sjómenn búa. Tekjuskattur myndi hækka 40-50%. En síðast og kannski mikilvægast
að veiðigjöld sem eru reiknuð af afkomu útgerðarinnar, ekki fiskvinnslunar, að þau myndu hækka 40-50% líka. Þannig að þetta á allan hátt þetta hafa áhrif á og þessir peningar sem sjávarútvegur hefur nú skaffað okkur í síðustu 140-50 árin, hann myndi smitast í æðar samfélagsins en gerir það ekki í dag. Við höfum alltaf í desember afgreiðslu fjárlaga næsta árs, það hafa alltaf verið tillögum það að auka veiðigjaldið. Veiðigjaldið í ár 10 milljarðar og það átt að vera 12 en það minnkaði 2 milljarðar út af aflabresti og bara samanburðum áfengisgjaldið 26 milljarðar. Já, já. Þannig að það vantar eina tegund inn í það 12-10, þannig að mér finnst það ekki hátt gjald með gríðarlegu verðmætasköpun sem verður við þá ekki að taka viskíð út úr áfengisgjaldinu? Já, fyrir til því en það sýnir bara stærða samingi hvað veiðigjaldið er lágt eða hátt Það svolítið svona íslenskt fyrirbæri sem þú nefndir áðan þessa fyrirsögn viðkomandi félags besta fiskveiðistjórnarkerfi í heimi, þeir voru að vísa með uppspurningamerki í auglýsingum en strax og ég sé svona þá finnst mér að við þurfum að huga að reynslu okkar. Við vorum líka með klárustu bankamenn í heimi 2006 og 2007 já. Og þeir voru meira alltaf flytja út til annara landa Ástæður fyrir svona þetta kallaðist áróður á tímum uppbyggingar í Þýskalandi en ástæðan fyrir þessu yfirleitt eitthvað sem menn að reyna að draga athygli frá einhverju sem ekki eins gott og það ætti að vera. Og svo það líka hitt að til dæmis umræðan eins og kemur fram ef við förum að rífast mikið ísprósentur og svona dæmi, þá það eitthvað sem á að hægt að leysa með löggunni en svo þegar löggan búin til þá hún yfirleitt bara að senda á ákveðna aðila og það yfirleitt svona litla ruslið sem þarf að sópa frá svo að stóru aðilitni geti farið svona greiðfært yfir og tekið góðan gróða. Og þetta sem þú varst að lýsa, Gretar, að þeir láta sér ekki nægja að fá háverð, þeir vilja líka borga lítið. Já. Og þetta er bara annar hlutur. En þegar ég heyrði þetta og sá þetta reyndar í auglýsni í Morgunblaðinu, sem ég er áskrifandi að reyndar, að þá bara hristi ég hausinn og rifjaði upp 2006 og 2007. Þá það bankarnir sem voru bestir í heiminum. Já, já. Það ekki annað takupölda kerfi. Það engar á norminum með allt þessi kerfi. Já, já. Þannig að ég get ekki séð að þetta besta heimi. Það bara svona innantómu frasi þegar maður fer að skoða það sem á bakvið. Já, fiskveiðistjórnarkerfið 1984 sem settum á, það átti númer 1-2 að byggja fiskistofna. Það hefur mistekist. Svo átti það að styrkja byggðir í landinu. Það hefur mistekist. En hagkvæmni til útgerðar, það hefur ekki mistekist. Þeir hafa sópað til sín og hafa aldrei staði betur og núna eiga þeir nánast allt sem þeir vilja eiga á Íslandi. Þeir eiga olíufélög, tryggingafélög, bankajafel og matvöruverslanir og þeir eiga hluti í öllu. Þeir eiga flutningafyrirtæki eins og Einskip og fleira. Og þeir það var talað kolkrabba á sínum tíma. Og þeir sem hafa nú lesið Mokkan og verið áskrifundar og honum í 50 ár, að þeir muna eftir því. Og þetta bara sambarilegt. Og gleymir stæðstu og dýrimættustu eignili eiga stjórnmálaflokka. Já, maður geti haldið það og allavegana eru þeir að fjármagna þá og styrkja þá og þeir hafa völd í stjórnmálaflokkunum meira heldur en góðu hófi gegnir því þeir eru bara með stjórnmálamenn sem eru bara eins og strengjabrúður eða taklnýtingar á framkvæma það sem að
að þeim dettur í hug og þeir vilja gera, semja jafnvel frumvörp á skrifstofum sinna fyrirtækja og þau verða landslögum. Þannig að... Mér finnst líka þetta kvótakjörið, það sko frá 1984 sem þetta kom, þetta er 30 ár síðan. 40 ár. 40 ár síðan. Ég var hugsa EES-samningi, það 40 ár síðan. Að það er mikla tæknibreytingar orðið. Það er ekkit kvótakjörun að þakka. Nei. Ég meina það er... Alheims bara... fiskverðshækkun er ekkert kvótakjörun á Íslanda. Það sem er þetta best í heimi, það er, sko, ef við horfum á þetta, 400.000 tonn í dag á þorski eru helmingi $100 sinnum tvöfalt verðmætara en 200.000 tonn. Ef við getum veitt 400.000 tonn, þá værum við miklu ríkara samfélag fyrir vikið. Við getum sömu svipuverð, en það við erum að tapa gríðilegum fjármunum á að vera ekki að veiða meira. Menn er að tala að það vanti 100 milljarða á ári inn í gjaldeyristekjur þjóðfélagsins í sjávarútvegi. Já, og það er landsbyggðin sem að fyrst og fremst, sem að sjávarbyggðina er að tapa það. Þetta myndi vera veitt út á landi og það er bara landsbyggðin er búin að tapa alveg gríðalegum fjármunum. Þú hefur komið inn á því ræðin í gær. 100 milljarðar og þú sko þetta kerfi, það þarf að hugsa þetta allt upp og nýtt. Jú, en og það er ekki að hægt að gera það. Nei, en það er eitthvað að hjá okkur, áhuga fólki sjávarútveg þegar við getum ekki komið með þetta og skýrt þetta nóg skýrt fyrir fólki hvað og almenning í landinu, hvað er í gangi, hvernig er þetta og hvernig væri hægt að hafa þetta og auðvitað verðum við líka lítið í eigin barm og spurja á hverju getum við ekki samfært þjóðunum og bentinu og sagt henni frá þessum staðreyndum sem við trúum okkur hafa þessi mál. Það er náttúrulega maður að byrja að líta í spegil og kannski að taka til í sínum eigin garði áður heldur maður. Já, ég meina það er til dæmis ekkert að auka strandveiðarnar sem er eitthvað brotabrót, það er 0,83% af heildaraflánum og 55,3% pottur hana og þá er það bara sagt, nei, það myndi ógna fiskistofnum við landi. Já, menn með öngum, 15 króka á bát, 16 króka á bát. Matvælaráðherrann segir það í dag að hún fari að ráðgjöf. Það er þessi rök sem alltaf verið að nota, það er vísindaleg ráðgjöf, meina 5 ára áallan í Sovétríkjunum voru vísindalegar. Já. Þetta voru allt heilmikil vísindana hjá þeim. Segið þið mér í strákar, eru þið ekki sammála því að Jón Kristjánsson sé vísindamaður? Jú, ég er það. Ég er nefnilega, að því að mér skilst meira að segja að hann hafi kent þeim sem eru á Hafró í dag, ýmislegt í sambandi við þau fræði sem hann hefur svona haft kennslu á. Ég einhvern veginn hef ég heyrt það kann að vera misskilningur. Ég er alveg sammála ykkur það að það er hægt að taka helmingi meira þorski og líklega meira öðrum tegundum með því að hugsa þetta upp á nýtt. Það er aðeins sem oft er nefnt og örgulega stórútgerðin myndi nefna það myndi kosta örlítið meira per kíló af því að eftir því sem sóknin vext þá verður það eitthvað aðeins dýrara og það er það sem þeir nota en ég er líka sammála því að heldara verðmætin sem þjóð myndi verða miklu meiri. Þetta sem umræðir er 30 ára tímabil með 200.000 tonnum. Vitið þið hvað það er mikið? Það eru 6 milljónir tonna sem vantar á þorski. Miðað við það að þetta sé tjáningin. Þarf ekki einhver að svara fyrir þetta? Ekki 6 milljónir tonna, það passa nú ekki. Eða ekki? Nei. 200.000 á hverju ári í 30 ár? Já. Hvað er það? Jú, það er 6. Það er milljónum 10 árum. 200.000 tonn á ári. Já, ári, já. Í 30 ár. Já, á 10 árum er það 2 milljónir, ekki? Já, þá er þetta að vera 6 og 30 ár. Já, ég segi það. Er ekki að segja? Eru menn tilbúnir að reyna að velta þessu fyrir sér hvaða verðmæti er verið að tala? Það er nú verið að benda á þetta og það hefur komið fram í þessum þáttu hjá okkur hérna að það er menn eru áætla að það sé búið að tapast 4.000 milljarðar á 40 árum og þá er það vægt reiknað í rauninni. Það sem mér finnst svona furðulegt bara eins og með strandveðanar að fylgja ráðgjöf Hafró ráðherran er bara að fylgja ráðgjöf Hafró vegandi heildaraflan
Já. En sko, það sem ég langast það út frá atvinnufrelsi. Þannig að allir kjósa sér þá atvinnu sem velja þá atvinnu sem þeir kjósa. Það má takmarka atvinnufrelsi með lögum og ef almannahagsmunir krefjast þess. Kvótakerfi byggir á verndunarsjónarmiðum. Já. Og þá hvaða veiðarfæri ógnar fiskistofnum? Það er ekki veiðar á öngul. Nei. Það er ekki veiðar á það að vera með 16 króka á bát, 4 rúllur. Nei. 4 rúllur á hérna 4 króka á rúllu. Það ógnar ekki fiskistofnum. Þess vegna að gefa það frjálst. Já. Það er okkar rök. Það væri, og svo ættu náttúrulega Hafrannsóknastofnun að hvetja til þess að meira fiski yrði veitt á króka. Það er þetta heila máli. Línu og handfæri. Og þá erum við að tala um miklu umhverfisvænni veiðar. Nú eins og færabátarnir eru að gera, þeir eru að keyra í klukkutíma út og svo drepa þar á vél og veiða með rafmagni allan daginn og þá ætlaði fara í land og keyra þær annan klukkutíma í land. En togarinn er að toga og eyðandi og spúandi olíu allan sólarhringinn þegar hann er að veiða og önnur skip. En það er náttúrulega línuskip eyða einhverju olíu en þau eru með hlutfallslega miklu minna per kíló heldur en tógskip. Ég maður bara með í hægagangi með maður að draga. Sko. Já. En svo var hitt eins og með lónuna til dæmis, það eru margir sjómenn sem tala það sem að vanir lónuveiði sjómenn að stærsta vandalinn með lónuna sé einmitt tógveiðarnar. Það sé að drepa jável miklu meira heldur en veiði. Já. Af lónu. Já. Þeir eru fara með trolli. 2 milljarðar minna sem fórum veiðileika að vanta lóðinu. Já. Það er kannski ekki nóg skýra á en fyrir 12 niður í 10. Það er náttúrulega, sko, kyrstað veiðar og sérstaklega agnveiðafæri, þau eru þess eðlis að þau veiða í samræmi við hungurfisk sem þýðir að þegar að vantar fæðu þá veiða þau meira. Já. Þau leysa sem sagt vandamál eftir því hvernig ástand fiskistofna er. Mér finnst bara fáránlegt hvernig menn hafa umgengist þessar smábátaveiðlum sér í landið. Mér finnst það alveg fáránlegt og stundum skammast ég minn fyrir það að sjá til dæmis hvernig menn er að stæra sig á því að fiskistofu með dróna og dýradróna elda menn út á miðunum til að skoða hvort að einhverjum tittum hafi verið kasta frá eða einhverju slíku. Já. Og þetta er allt meðhöndlað eins og lögreglumál. Já. Og svo svaraði því til þegar voru spurður að því að ákveðið væri ekki með menn í borðin tórin og þá sögður, hann þarf að sofa, það er ekki að passa allan sólarhringina, þetta þarf að vera 2. Hverslas er þetta? Mér fyrir þetta ástand sem orðið þar sem að er byggt á lögregluríki til að ná fram reglum sem hafa hlægilega merkingu og líklega öfuga gagnvart fiskveiðistofnum, þá er þetta náttúrulega bara móðgun við heilbrigða skynsemi. Þá að breyta reglum kerfisins og taka upp aðra aðferðafræði eins og Færeyingar og fleiri þjóðir er að gera og það þurfi ekki að vera þessi hvati að landa fiski framhjá eða henda fiski í sjóin og það er bara ef þú ert með sóknadaga og það er ekkert spurt hvað þú veiðir, hvort þú veiðir 10 tonn eða 15 tonn, þú hefur hagað því að koma með allan fisk að landi. Það er málið. Það er náttúrulega sem að vera markmið og þeir eiga að gera það. Það sem ég hef heyrt þess að sögu með eftirliti, þeir einbeita sér að smábátunum og ef horfið þetta bara svona ákveð að það er eftirlit með innæði, þá er þetta sjálfsagt að hafa eftirlit með stærstu útgerðarmönnum sem veiða mest, þeir sem eru með stærstu tógarna, stærstu skipin. Nei, þeir eru eldast við þá sem eru með 16 króka á bát. Já, það eru minnsta eftirliti með stóru útgerðin. Já, og svo er annað sem er aldrei í stóru bátana. Svo er annað verra að flest þessi stóru útgerðarfyrirtæki, ef þau eru ekki með heimavigtunar leyfi, mega vikta aflan sjálfur inn í fiskhúsunum sínum. Endurvigtunarleyfi. Já, nei, svo er endurvigtunarleyfi. Þá eru þeir með heimavigtunarleyfi og þurfa ekki að fara með aflan á Hafnarvog, heldur geta vigtaðan beint heim í húsi. Eins og til dæmis allur uppsjáraflin er afgreiddur.
Já, það gert þannig, já. Það gert svoleiðis. En ekki með bolfiskinn. En svo í bolfiskum þá eru nokkur stór fyrirtæki sem eru með heimavigtunarleyfi og þá þurfa það ekki að fara á Hafnarvogina og þá ákveður það bara vigtunarmaðurinn í húsinu vigtar hann meðaltali úr þetta mörgum körum, bara það er stikkprufa og svo aftur er endurvigtunarleyfi þegar þú fer fyrst á Hafnarvogin og vigtar 10 tonn og ferð upp í hús og þá er íspröfan og þá kemur fax eða tölvupóstur á Hafnarvogina að það voru 25% ís í aflanum. Já, við erum með skrá frumvarp nákvæmlega með þetta það að verði Hafnarvogin sem að ráði að afnema endurvigtunarleyfin og söguna sem maður heyrt er alveg ótrúlega og það er eitt í þessu, það trúir enginn á þetta kerfi. Það er enginn sem að trúir á þetta kerfi og horfir á endurvigtunarleyfin, jafnvel heimavigtunarleyfin og þetta með ísprósentun og það allt. Það veit allir hvað er í gangi. Það er allir að maksa það trúði enginn heldur 84 þetta kvótakerfi myndi lifa nema mestalega þessi 3 ár. 3 ár. Þannig og það er komið 40 ár síðan. Vestfirðingar lendi í illeiði. Þeir væri bara tíma. Þeir veðjuðu á aðra leið. En það sem mér finnst þessi umræða eftirlit og vankanta og eftirlit og annað slíkt að hún er svona, ég er hlindur frelsi í megin þáttum athafnastarfsemi og lít nánast á það bara eins og vatn í lífríkinu. Það er nauðsynlegt til að hreinsa og það er sjálfvirkt eftirlit, auðvitað getur með verið óheiðalíður í því og allt slíkt, en það er alltaf miklu dýrar að búa til reglur hvernig menn eiga að gera og að því þú ert nú þingmaður að það er akkurat þetta sem að menn þurfa að passa sig á. Það er alltaf verið að búa til íþykjandi reglur á Alþingi Íslendinga gagnvart almenningi í einhverjum hinum og þessum greinunum og það er engin stjórnlagadómstóll í þessu landi sem fer yfir það hvort að þar sé verið að brjóta stjórnarskrárbundin rétt einstaklingana, þannig að það er alltaf verið að kúska liðið inn á einhverja reglur sem þeir eiga að hlýða en enginn sem fylgir því eftir að það sé raunverulega eftirlit með Alþingi til að gera þetta. Við höfum ekki stjórnlagadómstóll í þessu landi. Þetta er löngu að vera búið að koma slíku upp vegna þess að það hefði oft verið hægt að verjast betur reglunum mitt en vegna þessa. Út af þessu sem þú segir, Sveinbjörn, þá er kannski rétt og segðir söguna þegar þú sendir bréf til forseta Íslands, Vigdísar. Já, ég get alveg sagt hana en það skiptir ekki máli hverjum ræður. Ég hafði athugasemdir, þetta var einhver tíman, þegar fyrirverandi vinur minn Þorsteinn og núverandi jafnilega því að skipta. Þorsteinn Pálsson var bæði sjávarútvegsráðherra og dómsmálaráðherra og ég sendi þáverandi forseta bréf og það er allt í lagi. En í bréfinu var ég að biðja hana að leita sér ráðgjafar 3 óvilhallara dómara og bað sérstaklega að það yrði ekki farið í dómsmálaráðuneyti til þess þar sem að ráðherrann væri bæði sjávarútvegsráðherra og dómsmálaráðherra. Þetta var vegna þess að ég taldi þetta vera brot á mannréttindum fólks sem lög sem var verið að setja. Og ég fekk svar bara einhverjum vikum seinna það, erindi þitt hefur verið móttekið og sendt til umsagnar í dómsmálaráðuneytinu. Ég fekk endar mjög kurteisleg viðbrögð þegar ég hringdi og kvartaði yfir þessu en enga síður sýnir þetta kannski hvernig meðhöndlin er og ég segi til dæmis að því að menn eru nú farið í forsetakosningu núna og ætla ekki að mæla með einum eða neinum fullt af frambjóðundin sem að ég myndi sætta mig við sem forsenda og hef sjálfur álit sem ég ætla ekki að tilkynna hér hver ég held er þið bestur eða best en það sem ég er að segja er það að skuli ekki vera til stjórnlagadómstóll til aðstóðar forsetanum að ákvarða hvort hann eigi að hafa afskipti af löggjöf í landinu það þýðir að við erum ekki siðmenntu þjóð. Það er ekki verið að verja fólki í landinu, það er að verja einhverja aðra. Við maður kannski aðeins svara þessu, það er náttúrulega Hæstiréttur Íslands, hann getur dæmt gildandi lög, þannig að stjórnarskráin, að þau brjóti gegn stjórnarskráni, og við erum með strandveiðikerfi í dag, það byggir á álitið mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna sem sagði að þetta breyti á atvinnufrelsi og jafnræði
og nú er þetta strandveiðkerfi að það verður til úr þeim grunnerum kemur sem viðbröð stjórnvalda við þeim, því áliti en ég tel að það sé raunverulega verið að brjóta atvinnufrelsi á þeim og jafnræðisregluna til að geta stofnað sinna eigin fyrirtæki og stunda atvinnu þar sem að dagarnir eru bara einfaldast alltaf fáir og þetta er algjör, þetta er mjög lítill hlut af heildaraflónum. Það er nú gaman að tala. Gríðarlega lítill hluti, en samt er söguna eftirlitinu með þeim er algjörlega með hreinum ólíkjundu. Það eru drónanir, það eru þessi hendi 3 mörðum fiskum í sjóin, en það er síðan, heyrir maður aldrei að það eftirlitsmenni séum borð hjá stórútgerðinni. Einn hendi 3 tindabyggjum, hann var svo óforskamaður. Já, þessi síðustu bréf frá Fiskistofu, þetta er mjög dramatísk bréf. Og munurinn er sá að þar sem er stjórnlagadómstól, þar verða þessi ekki að lögum fyrir en hann hefur dæmt þau gild. Það er að segja, það er bremsa á löggjöf nefn og búið að ákveða að hún standist stjórnarskrá landsins. Næri ekki gegn því. Já, ég sé frumvarpið, það er talað út frá, við tölum til þennan málfag, sjávarútveg, þá tölum við þetta út frá atvinnufrelsi. En það er aldrei gaman að því þegar minnist á atvinnufrelsi. Og það er minnst á stjórnarskrá ákvæði í frumvarpum, greinagerð. Jú, en það var í fyrra sumar þegar hvalveiðar fengu ekki að fara í gang. Að þá var töluðu þingmenn Sjálfstæðisflokksins mikið það og það verið að brjóta atvinnufrelsi á starfsfólki hvals sem til sannsvegar má færa og segja að það hafi verið rétt. En á miðju sumri 11. júlí þá voru teknar og stoppaðar strandveðar og 700 eða 750 manns sem voru á strandveðum var kippt undan þeim fótunum og þeir voru allir reknir í land sviptir atvinnufrelsi og sviptir atvinnufrelsi. Þá var ekki minnst einu orði á það. Þannig að það er margt svona skrítið í kýrhjósnum. Þetta er hvorugt mjög varhugaverð þróun. Já. Það skuli vera hægt að vera með svona, annars vegar er náttúrulega það að kerfi skuli vera svona gáfast trillikotnum og hins vegar að inngrip hins opinbera gagnvart löglegri starfsemi skuli fara fram á þennan hátt. Já. Þetta er, ég meina... Geðþótta ákvarðanir ákveðina ráðuneytis ráðherra. Þetta er bara, það er ekki gaman að horfa á þetta. Þetta er allt varið með ráðgjöf Hafró. Já. Allt saman vísandilega ráðgjöf Hafró. Ekki stoppa á hvalveiðum, það var ekki samkvæmt ráðgjöf. En þar var reynilega, hún hafði ekki heimild til þess. Lögum hvalveiðar frá 1949 og ef það var stöðva hvalveiðar, þá var Alþingi Íslendinga að gera það. Já. Hún hafði ekki reglugerða heimild til þess og það var klárt það var náttúrulega Alþingi sem stoppaði hvalveiðar á sínum tíma þegar voru stoppaði hvalveiðar hérna í mörg ár. Þeir fóru vísindaveiðarnar ekki? Já, svo fóru þeir í kjölfarið þegar þeir byrjuðu aftur í vísindaveiðar. Áður heldur en það urðu svo bara hvalveiðar í atvinnuskyni. Það er nú ekki búið að gefa út leyfið fyrir þetta sumar. Já, það er bara reglugerð sem stendur á að komi og með þeim skilmálum sem að hvalur þarf að uppfylla til að fá eða vantarlega þarf að uppfylla. Hún er ekki reglugerða heimil til að stöðva hvalveiðar. Það er alveg skýrt. Reglugerðin getur. Já, reglugerðin, þessu var beitt í fyrra, hún stöðvaði þetta, tók sér vald sem hún hafði ekki og það með leiða til skaðabóta skildi fyrir ríkið. Ég held að Hafrannsóknastofnun sé bara tiltölulega hlynt hvalveiðum eða þeirra ráðgjöf byggist á líffræði þar hvort sem hún er rétt eða ekki skilur. Þannig að það sem að ég horfa á hérna, það er annars vegar að vísindamenn sem gefa svartar skýrslur. Þeir búa til ótta sem annars stjórnmálumenn aðeins alltaf fyrir. Og til dæmis í hvalveiðunum þá er ég miklu lyndari því að Hafrannsóknastofnun finnst að ráða því hvað er mikið veit á Íslandi heldur en það að einhver maður sem byggir tekjusinnar á því að einhvað ríkt fólk í Bandaríkjunum ættleiði hvali fá að það megi ekki drepa einn einasta hval. Nú er ég mjög mikill aðdáandi hvala. Það er að segja að þetta eru lífverur sem hafa þróast á mjög mikinn hátt og stórhvelin hafa náð þetta langt eins og bláhvalurinn vegna þess að þeir taka orkuna eins nálægt sólinu og þau komast. Það er að segja
þeir eru aldrei að geta hákalla eða eitthvað þar á milli og ekki eldast við það heldur siktaðir bara inn, þeir hendu tönnunum og fengu sér filtera og geta svo bara súpur. Þannig að ég er mikill aðdáandi þessara dýra. Eins og hef ég aldrei skilið sko góðseminni í því að leyfa hvölum að verða aldraðir vegna þess að valkosturinn stendur kannski það hvort þú vilt eiga 4-50 tonna hvali sem lifa í hérna, hvað við segja, 30-40 ár eða einn sko 100 tonna hval sem lifir í eitthvað lengri tíma. Þegar ef mér ætla að fara að skoða þetta út frá þessum sjónarmiðum þá held ég til dæmis að athafnasemi hvals eins og hún hefur verið stunduð þegar hún var stunduð að hún geri hvalastofnum allir meiri gagn heldur en þeir sem eru að hafa afskipti á hinn veginn eins og Paul Watson og fleiri. Ég held að það að búa til hræðslu þetta er ekkit einstæmi, þetta er líka í loftslagsmálum og þetta er líka að vera að drepa góðu dýrin og stóri dýrin. En samkvæmt minni hugmyndafræði þá eru allt líf á jörðinni sköpunarverk sólarinnar, það er að segja það er efnisbundin sólarorka og þar að leiðandi erum bæði við, hvalirnir og rauðátan komnir að þessu saman. Og það er bara spurningin um það hver er góður og hver er vondur. Það getur snúist sjónamið, það getur snúist bara það hvort að menn vilji, er það meiri góðmennska að leyfa einhverjum að vera eldri ef það er viðbúið að plássi sem hann tekur í lífríkinu ríður einhver öðru út. Þetta er bara rangt. Þeir sem skapa ótta, þeir eru ekki virðingu mína. Þeir geta sendt út ungar stúlkur æpandi út á götur en það sé vera eðalítið fyrir þeim framtíðin eða hvað það nú er. En ef þetta byggist á ótta sem ekki hefur verið rökstuddur vísindanlega, þá er þetta atvinnuró að ræða og ég líti á þetta þannig. Þess vegna treysti ég voða illa vísindamennir nema ég þekki á bara. Það er að ég sé búin að sjá að þeir segi hluti sem ég get sagt mig við. Ég er bara þannig. Ég er ekki eins og alþingismenn virðast vera. Það er að segja að þeir segja... Fyrir illa með alþingismenn, heyri ég. Nei, já, þeir eru þeir sem segja löggjafinnar. Þeir vitna alltaf samkvæmt bestu vísindalegu ráðgjöf. Það er sem var að segja, það er vísa til Hafró. Það er að þeir þora ekki að hugsa. Þeir þora ekki að hugsa. Já, með vandamáli er í þessu, sko, það sá einfalt minna höfðu. Við erum með atvinnufrelsi í landinu, stjórnarskrárvarlega atvinnufrelsi, það má takmarkaði með lögum og ef almanni hagsmunir er á bakvið. Það er það sem má gera, má takmarka atvinnufrelsi út á almanna hagsmunum. Muniði hvað Matthías Bjarnason sagði? Og það sem er vandamálið í þessu er það að ég er sko vinn ekki á Hafró. Ég er ekki fiskifræðingur. Ég er ekki með prófi fiskifræði. En ég tek undir þá gagnrýni Jóni Kristjánsson og fleirum að við erum með ranga aðferðafræði. Og ég tel að togararæði til dæmis að það hafi runnið sér skeið á enda. Við höfum að endurskoða það. Allir sjómenn sem ég tala við í mínum kjördæmi, það er allt fullt af fiski. Mikil veiði fullt af fiski. Þeir vilja veiða meira og ég vissum það ef það er gefið frelsi eins og veiði 48 daga núna í sumar að þá myndi það ekki ógna fiskistofnum. Nei. Strandveiðar eru gerðar frjálsar, ef fengjum 12 daga þessa 4 mánuði, það myndi ekki ógna fiskistofnum. Þá leifir sem 700 sjómönnum, strandveiðmönnum að nota sína 48 daga og veiða og svo bara kemur aflinn á landi og hann er seldur á markaði og verkaður og svo er tímabili búið. Þetta á að gera. Ég vildi meira þess að hafa frá miðjum apríl til miðjan september. Ég hefði viljað þurfa að byrja í apríl. Við hefði viljað byrja fyrst og svo líka að því fiskunum fer hringinn í kringum landið, að ná í kringum landið. En þetta má ekki gera af því að ráðgjöf Hafró segir annað. Þorlákshöfn, Grindavík, Sandgerði og Keflavík, Akranes, þau myndu lifa góðu lífi ef þau fengi að byrja 1. apríl og vera til 15. 5 mánuð ári. Vera til 1. október. 12 dagar. Sjáum líka bara eins og með lúðuveiðarnar. Við megum ekki veiða lúðu, en það verður að veiða lúðu færingar austamegin og grænlendingar vestamegin. Á hverju megum ekki veiða lúðu? Það er vegna þess að það var eitthvað snillingur sem vildi meina það að hún var í hættu. Það er Hafró sem segir nei. Þeir voru búin að vera með þetta í mörg ára vegna óvissu stærð tegundarinnar útbreiðslu og þá væri langbesta friðana. Það var aldrei gaman að því þegar menn fóru að taka hana með við stykkjatölu þá stoppuðu þeir bátana sem voru að veiða stórlúðu. En þegar að var svo tekin
meðal þyngdin á línubát venjulegum eða línuveiðum og handfærum og trolli og snurvoð, að þá voru meðal þyngdin eitthvað 2-3 kíló á lúðunni, en 60 kíló á bátum sem gerðu bara út á stórlúðu út í köntunum, út í landgrunnskantinum. Og þannig að þeir línubátarnir stóru að miða við stykkjatölu, þá voru þeir að veiða 2% af... Var það ekki svo Gráluða sem er merktu þarna í hitti fyrir og hún fór alveg vestu fyrir Grænland og tilbaka, var ekki Gráluða? Ég man nú ekki, það var ekki merkt. Hún fer til Grænlands, suðu fyrir og halvalegin norður vestamegin og svo komum tilbaka. Samt erum við að Gráluða miða við stærð sem er hérna innan okkar lögsögu. Ekki reiknum með grænlensku lögsögu. Þetta er eins og margir sjómenn í Breiðafirði, þetta er alltaf það að þorskurinn gangi á milli Grænlands og Íslands. Svo er þetta algjörðu tilvíðun ef Hafró er ekki að toga þarna á réttum tíma og missaði bara af þessu þorski. Já, varstu ekki að segja við Suðurströnd, tóraralinu, þið veiða hann að taka póka frá Þorlákshöfn og Suðurströndinu og það er kannski eitt fiskur í trollinu. Já, ég fyrir eftir því að þeir eru verið að tonn og bjóða sama tíma ári, sama stefna og fullt fer með þetta í netabát og okki og snurfabát, svo kemur Hafró og togar hérna, fengu eitt þorsk. Já. Og ég hef nú spurt menn segja náttúrulega, þeir eru þá bara með pókar upp í sjó eða eitthvað. Það var svo mikið fiskur á botninum alltaf, það getur ekki verið þegar það dreigið með botninum. Það er bara fiskast misjæmt eftir veiðafærum, það er bara tilfellið og stundur gefur fiskur sig til á línu, stundum í net og þetta er öll fjara full af þorski. Já, en það fer ekkert alltaf saman. Já, þessi aðferðafræði sem er notuð, hún er heilagur sannleikur og það er alltaf bara trikk sem málið bara afgreitt, ráðgjöf Hafró og ég ætla ekki að auka dagan í sumar. En það verður ekki komið nálægt því. Þetta er algjörlega innan allra skekkjumarka ef við myndum auka þetta í sumar. Í einu fyrsta þættinu sem við vorum með hérna í spjallinu sjávarútvegsmál, þá var verið að vitna í rannsóknir sem voru gerðar í Noregi 89 hvað mikið af fiski, smáfiski færi undir bobbingalengjur og eða rockopera. Og hvað færi inn í trollið og einsársfiskur hann var til helminga en svo eftir því sem að hann varð eldri 2 ára, 3 ára 4 ára þá fór meira af honum inn í trollið en allar þessar rannsóknir var hafnað hérna af Hafrannsóknastofnun á Íslandi. Við tókum ekkert þátt í að viðurkenna þessar rannsóknir Norðmanna. Og Norðmenn hættu með svo kallað togarrall, Norðmenn og Rússar, fyrir 12-15 árum síðan og þeir voru með staðstingu á skipunum og vissu hvað þeir voru að fiska í trollið og það voru kannski 20-30 sjómílur á milli skipa og þeir reiknuðu með því að það væri einhver fiskur á milli skipa og þar að leiðandi eldu þeir hérna tillögur fiskifræðingar sem voru alltaf í 10 ár fylgdist ég með þessu þar sem að þeir voru Norðmenn og Rússar voru að veiða og náttúrulega meira óljóst hvað Rússarnir veittu. Þeir veittu nú bara aldrei frjálst. Hvað kom í staðinn tórali og Norðmennum og Rússum? Þeir voru bara með upplýsingar tókslóðir á kannski 20, 30 eða jafnvel 50 míla mismun. Fjallað á milli skipa og þeir vissu hvað skipin voru að fiska á tóktíma og þar að leiðandi reiknuður bara út ekki tógarral, notuðu bara aflatölur ekki tógarral, þeir hættu því bara og sögðu þetta væri bara vitleysa nú það kom líka fram hérna í síðasta þætti hjá frægun togaraskipstjóra Ólafi Jónssoni, Óla Ufsa að þeir hættu þessi í Bandaríkjunum þeir tóku upp togarral að fyrirmynd Íslendinga og notuðu það í 3 ár en hættu með það
Færeyingarnir tóku upp togararall eins og við og kvótakerfi í 1,5 ár, þá hættu þeir því. Og ég var á fundi með einum útgerðarmanni í Færeyjum 2000 og hann var spurður að því akkur við tækjum upp framseljanlegt kvótakerfi á Íslandi í Færeyjum og þá sagði Færeyingurinn nei, man kann ekki taka fiski frá fólkið. Þegar núverandi kvótakerfi varið með ráðgjöf Hafró. Já. Það vörnin sem að fær alltaf heyri þingsal og í fjölmiðlum. Það það sem kallar ráðgjöf Hafró. Já. Það bara heilagur sannleikur og ef maður fer að skoða þetta síðan, eins og við erum búin að tala hér þá ekki, við vitum ekki nógu mikið raunverulega hvort að núverandi rannsóknir séu réttar ekki, tóararallið og svo framvegir. Sko, það tengist hagsmörnum vísindinu. Þetta arfleið svörturskíslan. Já. Þú manns hvað Matti að segja á sínum tíma. Já. Hann kallaði það sögulegt hneyksli ef að þorskafli á Íslandsmiðum færi niður fyrir 250.000 tonn eitt einasta ár. Já. Ég held ég sem rétt orðaleg. En 1995 voru norðmenn skelfingu lostnir. Vitið af hverju? Það var vegna þess að norski Barentshafsþorskstofninn, hann hljóp í 60% kannibalisma, sem þýðir að 60% af fæðu þorsks var þorskur. Loðnan var horfin og þeir stöðvuðu reyndar loðnuveiðar í einhver tíma eftir á. Og hafa haldiðinni mjög og voru niðri. skelfingu lostnir. En framhaldið hjá þeim var allt annað. Barentshafsstofninn, eins og þú varst að lýsa á hann, hann óx og veiðar uxu og rússar sendi ekki bara til okkar lítinn fisk, þeir sendu til okkur lítinn fisk sem var hálfur stórfiskur til þess að koma því einhvern veginn undan kerfinni og svo geta selta til Íslands. Það var svo mikill fiskur að það vissu allir á svæðinu að það þurfti að veiða meira og mátti veiða meira. Núna vist eitthvað annað ástand, ég veit ekki á hverju það hef ekki sett mig inn í það. En þetta var allt í lagi. Ég bara veit að þess að á sama tíma þá var ég aðeins í bréfaskriftum við fiskifræðing sem heitir Odd Nacken vorum að ræða samspil þorskaseiða og loðnu í samkeppni. Það að segja varðandi samkeppni fæðuna. Það að segja þegar að loðnan hvarf þá jókst lífsafkomu möguleiki þorskaseiðana svo gríðarlega mikið og ekki við nógu margir hvalir á svæðinu til að stoppa það einu sinni. Nei. Munið eftir seiðavísitölum Hafrannsóknastofnunar, Smálaga Karvelja taka? Já, eitthvað óljóst mann ég nú eftir því. Ég hef heyrt allan orðið, seiðavísitala. En þetta snýst allt fæðun og endunum. Ef það er mikið samkeppni fæðu, þá fer þorskurinn og éta undan sér og maður er alltaf að heyra það stóru þorskarnir fullir af litlum þorski. Norðmenn og rússar að veiða 1100.000 tonn af þorski í dag á ári. Í Barentshafi og meðfram vesturströndinni þá? Vesturströnd Noregs. Aðalega þetta í Barentshafinu. En þeir fara líka látt umfram ráðgjöfin alltaf eða ekki? Þeir gerðu það og þá eldu fiskifræðingarnir í ráðgjöf. Frá 2001, þá voru þeir alltaf langt fyrir ofar ráðgjöfina en Hafró eldi. Það var mikill fiskur, þá veiðaði mikið. Og Hafró var ekkert að stoppa á af eins og er gert hérna. Nú voru allir að færa sumafrí á Íslandi á miðunum, allir togar að fara að stoppa í 1-2 mánuði af því allir kvóti búið. Þetta getur lítið stopp, skila þessi gríðalegum arði. Það þarf að veiða mikið. Hver fiskur splundrar út af sér sem er... Það skeður að sjálfu sér. Ef þú ert í dagakerfi, þá veiðuru eftir afkomu stofnana. Þá minni veiði þegar þú ert ekki að mók veiða í trekkfiskiri þegar lítið fisk. Þegar ég var í þorskaflámarkerfinu 94 til 99 að þá fór ég bara alltaf út af Bjarnari hérna bara hálftíma út og bara með 4-6 bala 5-60 kíló, ég var bara ánæður. Nú má maður eiginlega ekkert fara nema að vera með 2-3-4 tonn til þess að hafa eitthvað út úr í.
Já. Það stóra breyting og þarna var maður að blanda fisk og það var að fara lengar út til að veða starri fisk eða það var meir út til því. Jú, en hvað er leiguverðið í litla kerfinu í dag? 450.000 fyrir 1 tonn af þorski og veiðigjöldin eru 20.000. Já, en ísunni? Síðasta var held ég 150.000 minni mig. Fyrir ísutónu? Já, fór upp í 180.000 í vetur. Og hægt að fá einhver það var hægt að fá ísu, þú fær enga þorsk. Já. Þú er alveg glemt í hana. Og og hvað ert að selja tonnið af þorskinum á? Ég var að selja þorsk bara góðum vini á 520.000 blókaðan. Já. Þannig að meðalverð á mörkunum var þetta í kringum og hefur verið, í dag minni með hafa verið 430, 20-30 á blókuðum þorski. Já. Þannig að þú ætlar að leigja og gera út af það, þá getur algjörlega glemt í, sko. Já. Er eitthvað að veiða á þessum verðum? Leigur? Nei, en auðvitað er alltaf þannig að þegar menn kannski eiga mikið í einhverju tegund sem er verða að veiða hlutdeildina af og þarf þorsk með því og þá neyðustu til þess. Svo er náttúrulega búið að setja inn alla þessa þjófur sem var að fara á stöng fyrir vestan og komið kvóta það allt saman. Þeir verða að leigja þorskkvóta inn á þessa leigubáta fyrir svona áhuga mennina. Þú ert að tala heima hjá Sveinbirni. Er það ekki rétt? Þeir verða að leiga inn á Er ekki dróna líka eftir þjóðverðanum? Já, svo er nú það. Fylgjast með þeim. Fissimann, er þetta ekki Fissimann bátarnir? Jú, þeir verða að hafa kvóta. Það er fleiri reyndar. Já. En þetta er allt í allt fáránlegt. Þetta er sko... Já. Þetta veður stöng og hafa kvóta. Ég trúi því að það þarf að breyta þessu byrja neðanfrá. Byrja í smábótunum, strandvöðunum, gefa frelsi þar og sjá hver áhrifin eru. Þegar áhrifin á byggðir landsins til dæmis, yfirkjördæmi allavega, eru klárlega gríðarlega ef það verður gefið ekki frelsi í strandvöðunum. Þetta er sannast út all land. Bara þessi litla veiði. Frelsi strandveiðar og frjálsar handfæri, það er alltaf... Já, ég er talið frjálsar handfæraveiðar, byrja þar. Og svo væri með strandveiðar núna með þessu hámarki allt árið, það myndi engu breyta. Nei. Þó þú færir í frjálsar handfæraveiðar alveg, og gæti verið að veiða 40-50 tonn. Já. Gæti nátt í. Það myndi samt ekki hafa áhrif á heildina með lífríki. Nei. Það myndi ekki skaða lífríki. Ekki, alls ekki. Ég hefði gaman að vita svona upplýsingar fyrir mig, sko. Því að ég hugsa svolítið í öðrum línum, sko. Þekkið þið hugtækið sem Hafró notar til að stimpla gæði fiskveiða sinna, að það séu sjálfbærar. Kannistu við hugtækið? Já, þetta hefur maður dálítið. Já, sko, hugtækið er raunverulega merkingarlaust í sko, raunheimi. Það er til í sko, ævintýrunum og svolítið. Til dæmis var Munkhausen mjög sjálfbær. Hann gat híft sjálfan sig upp með hestin í klofinu úr mýrinu og sett sig upp á bakkan hinum megin. Og ef við hlustið á menn sem nota þetta orð, hvort sem það eru alþingismenn eða sérfræðingar, það er enginn að nota það með sömu merkingu. Það er enginn. Og það er vegna þess að orðið hefur einhverjulega ekki raunhæft gildi. Rétta orðið sem en eiga notar orðið sem ég er að hugsa í, það er sólbærni. Sólfærni. Sólbærni. Bærni. Já. Það er allir því að það er allur kostnaður lífríkisins, hann er ábyrgð sólarinnar þar uppi stað og þess vegna best rétt að rétja það þaðan. Sjálfbærni er bull. Já. En þetta er orðið, það er verið að stofna háskóla um þetta fyrir. Já. Þetta er komið Sameinuðu þjóðanna, sjálfbærni, þetta er notað allt. Sjálfbærar veiðar. Já, eru fyrirtæki... Þetta er væntanlega allt komið frá Brundtland. Fyrirtæki með þetta, sustainability, sérstaklega deildarinnar fyrirtæki að fjalla þetta. Þú mistir umræðanum í gær, það voru að tala að ríki ætla að gera samning við Grænlendinga að sameiginlega makrílveiða, þannig að maður getur veitt það, við getum veitt það, við getum veitt í okkur. Já, sameiginlega stofnar. Þá var einmitt talað það að þetta væri flökkustofnar. Já, auðvitað. En ég spyr út hvaða stofnar eru ekki flökkustofnar? Hvað vítum við raun og veru? Er þetta ekki alltaf þægilegt alveg til Færeyja og alveg til Grænlands og meira minn allir stofnar og einhverjum tíma? Það eru til dæmis, það eru náttúrulega DNA-rannsóknar til það að bara í þorskstofninu séu jafnvel 14-15 aðskildir stofnar. Já, ég hef heyrt af því. Og maður náttúrulega ólst upp við það að hafa talað raunara
jöklara, vestfirðing, norrlending og hérna alls konar kantara voru djúpköntunum og þá allir en maður var að veiða fyrir austan Vestmannaeyjar þá var allt annar fiskur fyrir neðan 110-20 fama heldur þess svo upp á kantinu á grunninu 40, 50, 70 föðmum allt annar fiskur allt öðruvísi fiskur já bara allt öðruvísi en jafnvel jafn gamlir í árum upp á grunninu þá var 7-8 kílóa fiskur 6-7 ára en niður í kantinum var gamall fiskur ekki nema 5 kíló 4,5 kíló minn ætti þá nei þetta bara hann hafði öðruvísi göngumustur hann gekk út á dýpið og jafnvel upp í sjó en hinn aftur með landinu alltaf aldrei neðar heldur en 100 fama eitthvað þess áttar og alveg austur eftir öllu grunnum en nú kom einmitt netar alveg mjög illa út í köntunum þess vegna margir þannig að spáði nú þegar það verður bara að skori niður í þorski í haust þó allar fjörur séu fullar af þorski og allir fyrir þeir já að því að tóaralli var í köntunum Nei, netaralli var netaralli fyrir ekki og sé ekki mikið markað og það var sama með tóaralli það kom mjög illa út sjónar en maður ég hef bara gegnum tíðina þá hef ég aldrei haft neina trú á að neinar að þessum niðurstöðum hjá Hafrannsóknastofnun leiði þó að þeir myndu mæla miklu stærri stofnstærð heldur nú væri þá það LIU sem ákveður hvað jafnstöðaflin á að vera síðustu 25 ár aflinn búin að vera nánast jafnstöðafli svona rúm 200.000 tonn 220.000 tonn sko 217.000 já 63 tonn ég farin að trúa þessu ég vil nú sko aðeins ég trúi þessu ekki þó ég sé ekki mikill aðdáandi vísindumanna ég held reyndar að sko Hafró notar hérna einhverja varúðarreglur sem eru fólgnar í þessari skilgreiningu þeir veiða aldrei meira en svona vissar að veiða ekki meira en það sem mætti skoða væri hins vegar það hvort það gæti verið að væri veitt of lítið og að vegna þess að kostnaður stofnsins af tilveru sín væri orðinn mikill og þyrft að veiða meira svo hann gæti vaxið. Það er nefnilega það sem ég að komast að niðurstöðum og meira að segja Jón hefur haldið þessu fram öllum þessu, þetta hefur ákveðna merkingu. Ég vil ekki segja að þeir feli gögn eða breyti þeim og falsa þau. Ef þeir gerðu það, þá er þetta náttúrulega bara dómstólumál og fangjals og svoleiðis. Ég trúi því ekki. Hins vegar, sko, Akkurju hlustar ekki á, akkurju takar ekki til umræðu rannsóknir frá öðrum löndum, eins og með til dæmis bara tógveiðar í Noregi. Þeir eru stemplaðir, sko, þú kannast við fyrir bæri ISIS, eða ekki? Jú. Ekki þetta... Það eru Íslendingar í ISIF. ISIS, það er ISIS, segir. Þetta er samvinnaðir, sko þeir stimpla hvern annan og aðferðafræðin er vottuð af einhverjum hópi vísindamanna sem allir vilja nota sömu aðferðafræðina. Já, það er nú dálítill munur á. Það er náttúrulega í Noregi eru 2 rannsóknarstofnanir og þannig að það er ekki svona ein halleluja samkoma rannsóknir eins og hérna. Er það ekki Hafrannsóknastofnunin í Bergen? Og svo í þarna Tromsø Háskólinn Tromsø Tromsø og er ekki hinn í Ósló ég man ekki Bergen það er í Bergen það sem ég finnst á stóra málið í þessu að árangurinn á núverandi kvótakerfi er engin Nei. Og mér finnst ég trúi eitthvað samsæriskenningar yfir höfuð en mér finnst vera fastir í svona einhverju boxi þetta er eitthvað mótil sem þeir nota þeir komast ekki út úr því
það verður svo mikið ósigur, þetta er svona trúabröð. Ég þurfa að játa á sig að hafa gert vitlausir í 40 ár. Já, og allir það er ekkert grín að segja ég bara, sorry, ég gerði hérna mistök í 40 ár. Já, en við sáum þetta eins og með gullkarfan síðustu 5 árin. Þeir skera niður á 3 árum 70%, svo hækkar sama einu ári. Hvað er menn að gera? Menn að leiðrétta eigin tölur. Já. En ágætu félagar, þetta nú gott spjall, þó svo við kannski festustum of mikið í umræðum hafraróknir og fiskveiðistjórnun að einhverju leyti, en örstutt í restina, Eyjólfur, hvað viltu segja í lok? Já, ég tel, það sem að ég tel að þessi gagnrýni sem hefur á Hafrannsóknastofnun og hún hefur verið jaðarsett undanfarinn áratugi og ég þurfa að taka miklu meira mark á henni og ég lít á þessa baráttu núna svolítið svona eins og að borða hval og við tökum einn bit í einu. Við erum með frumvarp núna samræmda vigtun og ég verið einbytta meira því að efla strandveiðarnar, að fá þessa 48 daga, verði frjálsa krókaveiðar, ég veit þetta er lítið og það þarf að auka arðina af fiskauðlindinni og líka það að við þurfum að koma á markaðsverði, raunhæfu markaðsverði á fisktegundum í Íslandsmiðum og þetta þarf að gera þetta smátt og smátt að umbylta kerfinu og þá er Hafró svona svolítið kjarna þröskuldur í þessu. Ég er bara þeirra skoðunar að vísindamenn þurfa að vera heiðarlegri. Það er að segja, ég vil ekki sjá heim þar sem að skrifaðar eru svartar skýrslur til að fá betri aðgang að peningum, þar sem skrifaðar eru dómsdagsskýrslur til að fá betri aðgang að peningum og all ákvarðan að taka byggist á einhverju múæsingu sem að ekki hefur verið sönnuð vísindanlega og einhvern nátt tilfinningar eru látnir ráða í einum ýmsum málum. Og það er heimurinn sem ég séð í dag og því miður þá er traust mitt á aðferðafræði vísindamanna sem skrifa svartar skýrslur, sem boða dómstaga á einhverjum forsendum. Ég hef ekki traust á þeim, ekki neitt. Þakka þér fyrir. Georg, hvað vilt þú segja að lokum? Ég vil meina það að það er vistvænustu veiðar sem hægt er að stunda í heiminum í dag, séu handfæraveiðar og ég tel að sé óhætt að gera það frjálsar. En ég hefði líka vilja taka minnstakosti svona 10 tegundir bara úr kvóta, bara alveg. Og ég tel að sé óhætt, það eru tegundir sem hafa hrunið við það að fara í kvótasetningu, þá bara gefa það frjálsar. Því í dag eru það bara notaðar í tilfæslu. Þá ertu að tala keilu, löngu, við talaðum keilu, löngu, við getum talað eins og tegundir litla karfa, gullaksin, við talaðum hlýran, við getum talað tegundir eins og lúðuna, lefa lúðuveðar, skötusel, ufsaveðar eiga að vera frjálsar, sóttir hefur ekki veiðst í. Sandkóli. Já, sandkólin og bara kóla tegundir yfir höfuð eiga bara að vera frjálsar að mínu mati. Frumvarp kvótasetningu fyrir að hitti fyrir. Þannig að við erum að tala meira en 10 tegundir sennilega allt í tali, sko. Já. Svo þurfum við að breyta aðferðafræði Hafró algjörlega frá til öðar. Ágætu félagar, ég þakka ykkur fyrir spjallið og vona að einhverjir sem har hlustað á okkur hafi haft gaman að og átti sig kannski á einhverju sem við erum að segja og kunni að meta það sem við erum að tala og ég segi bara þakka ykkur fyrir í kvöld. Takk. Takk. Takk fyrir.